Lógarithmískt fall er í raun fall sem vex veldisbundið. Föll sem eru ekki lógarithmísk, þau eru línuleg, það er að segja, þau mynda beina línu, geta verið svona, geta þess vegna hallað í hina áttina. Þetta er alltaf beinar línur. Ef ég fer ákveðið marga reiti til hægri, þá hækka ég ákveðið marga reiti til upp eða niður. Þannig að það er fast samband á milli gildana á x-ás og y-ás. Gildið á y-ás er alltaf ákveðið margfeldi talnanna af x-ás. Þegar við erum með lógarithmískt fall, þá er það ekki þannig. Einfaldasta lógarithmíska fallið er í raun y er jáft og x í öðru. Þá erum við með, ef við erum með 1 hérna, 2, 3 og 4, þá er, ef ég seti þetta inn í gildistöflu, 0, 1, 2 og 3, að þá fæ ég út og hérna er x í öðru er jáft og y, 0 í öðru er 0, 1 í öðru er 1, 2 í öðru er 4 og 3 í öðru er 9. Þannig að ég gerir 0,0, 1,1, þá er hér 2,4 og 3,9 sem er komið hingað eitthvað. Þið sjáu að þetta fall er ekki línulegt, það lítur svona út. Það er hækkar rólega fyrst, svo hækkar það hraðar og hraðar. Eftir því sem við erum með hærra veldi á x-inu eða stærðinni, þá verður vöxturinn hraðari. Og hér er ekki sama bil á milli, ef ég fer hér, þá hækkar þetta ákveðið mikið, ég tek sama bil hér, þá hækkar það jafn mikið hér. Það er ekki hér. Því ef ég tek bil hér og svo bil hér, þá verður það miklu meiri munur hér heldur en nokkuð tíman hér. Og þetta er það sem einkennir lógarithmísk föll.